Velkomin til fundar menntamálaráðherra. Takk fyrir og gaman að sjá ykkur. Sömuleiðis. Og eigum við bara að hefja leikna núna? Jú. Ég alveg tilbúin, þetta allt í lagi. Það hátíð í dag og hún á Zoom. Ég býð ykkur velkomin á þennan viðburð sem við höldum til að fagna undirritun friðlýsingar menningarlandslagsins í Þjórsárdal. Vinnu við friðlýsinguna lauk fyrr á árinu og stóð til að bjóða til viðburðar upp við Stöng í sumar en það reyndist ekki mögulegt. Minjastofnun vildi ekki láta það að fagna undirritun mennta- og menningarmálaráðherra dragast lengur og bjóðum við því til þessa viðburðar í dag. Ragnhildur Vigfúsdóttir sem situr þarna efst í horninu að hún mannauðsstjóri og ýmislegt annað sem hún Ragnhildur ætlar að stjórna dagskránni og hún tekur við stjórninni að loknu söngatriði sem tvíeykið vísur og skvísur eða þær Vigdís Hafliðadóttir og Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir flytja. Gjörið þið svo vel og njótið. Eru vísurnar og skvísurnar mættar? Við erum hér. Frábært. Komið sæl og til hamingju með daginn. Við ætlum að blása skandinavískum krafti í brjóst ykkar með 2 norrænum vísum. Þá ætlum við að byrja á sænskri sumarvísu sem við kynntumst báðar þegar við vorum í Vísnaskóla í Svíþjóð og hefur svona setið með okkur lengi íslensku textir eftir Iðunni Steinsdóttur. Það flögrar vindhviða yfir engið með andblæ léttan á glugg og þil og ég vil yrkja æskusporin við angan blóma og sólarinn. Ég vildi kveða Katarínu við hvísl í laufi og fuglahjal en golan sumrinu syngur lofgjörð. Ég sit og hlusta í bjarkasal. Það flögrar vindhviða yfir engið með andblæ léttan á glugg og þil og ég vil yrkja æskusporin við angan blóma og sólarinn. Stúlku í asparlundi ég ennþá geymi í huga mér en árin liðu og urðar draumi og einn ráfa veginn hér. Heitt lítið kvæði ég kveða vildi kærleik, vonir og ástarbál en orðin kulnuð og komu ekki og kvæðið ennþá leyndarmál. Þá ungu stúlku í asparlundi ég ennþá geymi í huga mér en árin liðu og urða draumi og einn ráfa veginn hér. Við þökkum vísum og skvísum kærlega fyrir. Það hægt að klappa, þið vitið það, þarna í reaksjón neðst á myndin hjá á svona klapp, svo hverfi klappið. Við sem lögðum til að fólk væri ekki með myndavélina á meðan að fólk tala þannig við sjáum betur þann sem að tala hverju sinni og ég ætla að bjóða Kristínu Huld Sigurðardóttur að kveikja á sinni myndavél og taka hljóði hjá sér og vera með ávarp. Já. Nú að finna smá fyrirlestur eða ávarp sem ég ætla að flytja og þetta verður nú ekkert voðalega langt, voðalega skemmtilegt. Og hérna kemur þetta að mig langaði að segja svona aðeins frá bæði svona Þjórsárdalnum eins og hann snýr að okkur hjá Minjavörslunni og eins líka örlítið frá friðlýsingunni. En það þannig að minjarnar í Þjórsárdal hafa leikið aðalhlutverkið í þróun íslenskrar fornleifarannsókna
allt frá því að Brynjólfur frá Minna-Núpi sem situr hérna efst í horninu til vinstri var þar á ferð miðja 19. öld og skráði alla minjarnar sem þekktar voru í dalnum. Á árunum þar á eftir aðstoðaði hann íslenska og danska vísindamenn við rannsóknir í dalnum. Fyrirgefðu Kristín, ætlarðu að sýna okkur myndir? Af því þú ert ekki búin að deila skjánuðinum. Er ekki búin að deila skjánum mínum? Nei. Kristín, þá ætla ég að fara hér aðeins tilbaka. Það er að því að ég var að vanda mig svo að setja þetta strax á þarna, á sem sagt, allt í lagi. Sólrún er búin að redda málunum. Er það ekki? Jú, þetta er fínt. Haltu bara áfram. Þá held ég áfram nema hvað að ég sem sagt allt í lagi, þá byrja ég bara aftur eiginlega. En allavega að minjarnar í Þjórsárdal, þær hafa leikið aðalhlutverkið í þróun íslenska fornleifarannsókna, allt frá því að Brynjólfur frá Minna-Núpi var þar á ferð miðja 19. öld og skráði alla minjarnar sem þekktar voru í dalnum. Á árunum þar á eftir aðstoðaði hann íslenska og danska vísindamenn við rannsóknir í dalnum og hann bjó til skrá yfir íslenska fornleifar sem stuðst var við þegar að fyrstu minjarnar í dalnum 22 bæjarrústir voru friðlýstar árið 1927. Nokkrum árum seinna hófust rannsóknir Hákonar Bjarnasonar og Sigurðar Þórarinssonar og fléttuðust rannsóknir þeirra á frjókornum, skógrækt og gjóskutímatalsfræði við fornleifarannsóknir og könnuðu þeir meðal annars áhrif landnáms á gróðurfar. Sumarið 1939 fóru fram samnorrænar fornleifarannsóknir í Þjórsárdal og þá voru rannsakaðir 6 bæir og 1 forn kirkjustaður. Í þessum rannsóknum hóf Kristján Eldjárn, sem þá var nemi í fornleifafræði í Kaupmannahöfn, fornleifarannsóknir á Íslandi og Jón Steffensen, sem var prófessor í læknisfræði við Háskóla Íslands og vísindalega rannsóknir á mannabeinum. Við finnum það vel hjá Minjastofnun hve miklu máli dalurinn skiptir íbúa í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Fyrrum íbúar á svæðinu voru þeir Jóhann Brím og Gísli Gestsson sem skráðu minjar í dalnum árið 1951, annar vann reyndar hjá Þjóðminjasafninu og hinn er þekktur listamaður og kennari. Og þeir staðsettu fjölda minja svo þeim fjölgaði úr 22 í 40. Og nýjasta skráningin sem var unnin af Fornleifastofnun fyrir sveitafélagi fyrir nokkrum árum bendir til þess að minjarnar séu rétt undir 300. Gjáskógarústin var rannsökuð kringum 1950 og grafið var á samstöðum 1970. Rannsóknir fóru aftur á flug upp úr 1990 og dalurinn hefur verið vettvangur fornleifa uppgraftar og fornleifa skráninga með jarðsjám og drónum. Og enn eru fornleifafræðingar ekki fyllilega sammála aldur Stangabæsins og þá er það næsta glæra. Og að loknu rannsóknunum 1939 var byggt yfir alla minjarnar í Stöng til að verja þær og árið 1957 var reist veglegt skýli við Stangabæinn og er það útlitið á minjasvæðinum sem við þekkjum í dag. Stangarústirnar voru fyrstu minjarnar sem voru gerðar aðgengilegar fyrir almenning á Íslandi og eiga skólabörn sem hafa náð mínum aldri. Og einhverja kynslóðir þeirra á eftir eiga skemmtilega minningar heimsókn með skólanum í Stöng. Síðan er það næsta glæra. Ég einhvern veginn næ ekki sambandi við ykkur. Ég veit ekki hvort þið heyrið í mér eða ekki. Við heyrum vel, þetta er fínt. Haltu bara áfram. Er þetta í lagi? Okay. Já. Nú standa fyrir dyrum breytingar á skýlinu yfir minjarnar. Það stóð til að hefja verkið nú í ár en við sjáum að það dregst fram á næsta ár. Endurbætur á skýlinu tengjast hugmyndasamkeppni frá árinu 2012 sem Minjavarslan, Skeið- og Gnúpverjahreppur og Arkitektafélag Íslands stóðu fyrir og arkitektarnir Sahar Gaderi og Karl Kvaranunnu. Það sjást hérna tölvuteikningar af því sem stendur til að gera með yfirbygginguna yfir Stöng og það er fyrst og fremst að setja
gegnsætt þak á skýlið og laga stíga í kringu það og setja síðan palla bæði við gaflana og innan við þá. Með því ætlum við að tryggja aðgengi allra að minjunum og ef við förum síðan á næstu glæru, aðgengið að stöng var hannað í samráði við fulltrúa frá fyrirtækinu Aðgengi sem var valið af Öryrkjabandalaginu. Áherslan á aðgengi fyrir alla skýrir breidd stígana upp á stöng og brúnni líka hvað hún breið og eins skýrir það hve langir og hlykkjóttir stígarnir eru en það gert til þess að þeir verði ekki of brattir. Vinnu við bætt aðgengi að minjunum alls ekki lokið. Það þarf bæði að huga að gróðumyndunni við stígana og bæta gróðunni þar og það þarf eins að vinna með miðlunina og laga aðkomuna bæði upp á brúna og að borðum sem hægt að nýta þarna í dalnum. Og svo það seinasta glæran og þá fer þetta að líða undir lok. Að á meðfylgjandi glæru má sjá umfang friðlýsta menningarlandslagsins í Þjórsárdal. Svæðið 139 ferkílómetrar. Rauðu punktarnir sem sjást á glærunu sýna minjar sem voru friðlýstar árið 1927 og bláu punktarnir sýna minjar í dalnum sem náð hafa 100 ára aldri og eru þar af leiðandi aldursfriðaðar. Við tökum ekki eða látum ekki friðlýsinguna ná yfir allt svæðið. Þið sjáið þarna einn rauðan punkt lengst til í horninu eða lengst til vinstri neðst að það í haga, það snjáleifatóttir og rústirnar áfram friðlýstar en ekki jörðin. Enda engin ástæða til þess. Vinnan við friðlýsinguna hófst í árslok 2018 og Minjastofnun tilkynnti hagsmunaaðilum áform friðlýsingu búsetalandslagsins 22. janúar 2019. Í friðlýsingavinnunni var lögð áhersla á samvinnu við landeigendur, ábúendur og stofnanir sem eiga hagsmuna að gæta á svæðinu, auk sveitarfélagsins Skeiða og Gnúpverjahrepps. Upphaflega var gert ráð fyrir stærra svæði eins og ég nefndi en eftir samráðsfund með hagsmunaaðilum var ákveðið að minnka svæðið aðeins. Tillagan var send til mennta- og menningarmálaráðherra í byrjun júní og eins og kom fram hér áðan þá var ætlunin efna til hátíðar í dalnum sumarið 2020. Það verður bara að bíða en við fögnum friðlýsingunni hér á Zoom í dag. Auk þess sem greint hefur verið frá hér að framan helsta ástæða þess að Minjastofnun Íslands vill efla friðlýsingu minjanna í dalnum þessi. Þjórsárdalur hefur sérstöðu vegna þeirra fornu minja sem varðveist hafa í dalnum. Minjaheild frá miðöldum sem lítt snortin af síðari tíma framkvæmdum. Bæjarstæðin 22 sem nú þegar eru friðlýst eru leifar af bæjum sem fóru í eyði á ýmsum tímum af völdum versnandi veðurfars og uppblásturs og vegna síendurtekinna eldgosa í Heklu. Þau verstu fyrir svæði voru 1104, 1300 og 1693. Á svæðinu sem nú verið að friðlýsa sem eina minjaheild búsetulandslag eða búsetulandslag ætlaði ég að segja, leitast við að tengja saman hinar ólíku minjar í dalnum. Nefna má leifar eftir iðnað eins og járnvinnslu, kumlasvæði, sel, beitarhús, réttir, garðalög, leiðir og vörður svo eitthvað sé nefnt. Allt þetta vitnisburður búskapahætti í Þjórsárdal á fyrri öldum og fá fornleifarnar þannig meira vægi sem hluti heildar en sem stakar minjar slitnar úr samhengi við umhverfi sitt. Þá hefur dalurinn ótvírætt rannsóknargildi fyrir fræðimenn og hefur gegnum tíðina verið gullakista í umræðum og þróun íslenskra fornleifafræði. Ég vil óska okkur öllum til hamingju með daginn og undirritun friðlýsingar menningarlandslagsins í Þjórsárdal sem stendur til. Þakka ykkur fyrir. Kæra þakkir fyrir þetta, Kristín. Og velkomin inn í 21. öldina. En ég vona bara að við fáum samt sumar, hátíðina næsta sumar. Og ég ætla að biðja Kristófer A. Tómasson, sveitarstjóra Skeið- og Gnúpverjahrepps að kveikja á myndavélinni hjá sér og hljóðunni hjá sér og hann ætlar að flytja okkur hérna ávarp. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Heyriði mér.
Já, við heyrum vel. Ráðherra, forstöðumaður Minjastofnunar og aðrir gestir, þá sjaldan betur við en nú á þessari stundu að segja að gamli og nýi tíminn mætist og meira til. Viðfangsefni nær aftur til landnámsaldar og við notum nýjustu tækni við að halda viðburð sem þennan, þó við hefðum eflaust öll kosið að vera samankomin undir beru lofti inn í Þjórsárdal á þessum fallega haustdegi í þessum yndislega dal sem Þjórsárdalurinn er. Það er stór áfangi að friðlýsa menningarlandslag í Þjórsárdal og ætti ef til að vera löngu búið að því. Minjarnar í Þjórsárdal eru mikla gersemur og eru íbúar í samfélaginu hér í Skeiða-Gnúpverjahreppi almennt mjög meðvitaðir gildi minjanna og stoltir af þeim. Enda fullt tilefni til og í mínum huga erum við í Þjórsárdalnum með mekka íslenskra fornleifa og þó víðar væri leitað. Ég held það sé ekki ofsagt. Ég vil fullyrða að það séu mjög margir, ekki bara íbúar hér í þessu sveitarfélagi, tilbúnir að samþykkja minjarnar og stöng séu þær merkilegustu minjar sem finnast á Íslandi búsetu og öldum áður og allt aftur til landnáms. Og þar kemur sagan inn með hrikalegum hætti með það mark sem náttúruöflin hafa sett á staðinn. Hér í Þjórsárdal voru fjölmörg býli, 22 sagði Kristín Huld hér áðan, og var búsetu ógnað í dalnum aftur og aftur með áhrifum frá eldgosum og lagðist byggð undir lok fyrir rest eins og kunnugt er. Á síðustu árum hafa talsverðar lagfæringar átt sér stað á stöng undir stjórn Minjastofnunar. Ég hef notið þess að fylgjast með því sem gert hefur verið til umbóta og fagna persónulega mjög hverju skrefi. Það hefur verið til mikilla bóta og það sem við munum sjá allra næstu misserum við lagfæringar á skýlinu yfir minjónum og Kristín Huld var að sýna okkur áðan mun verða mikil lyftistöng fyrir svæðið og mun breyta mjög aðgengi að minjónum og svæðinu. Nú ég lít svo á að þeim fjármunum sem fara til uppbyggingar hér á svæðinu sé vel varið og betur má við duga skál og ég vona sannarlega að vel verði lagt í það sem til þarf við verndun minjanna og umhverfi þeirra. Það eru enn að finnast minjar hér í dalnum og það er stutt síðan að hér fannst bær sem hlaut nafni Bergstaðir. Það fannst mér stórmerkilegt og mér er sagt af staðkunnugum að góðar líkur sé á að fleiri bæir munu finnast hér innan skamms í dalnum. Ég sé mikil tækifæri í framtíðinni hvað varðar minjarnar hér í Þjórsárdal og það sem að þeim snýr og mín draumsýn er svo að hér í Þjórsárdal skapist fleiri störf við fornleifarannsóknir, störf sem verði unnin að einhverju leyti af íbúum hér á svæðinu og er nokkuð fráleitt að láta sér detta í hug að í framtíðinni verði deild sú sem kennir við Háskóla Íslands fornleifafræði flutt hingað í Skeiða-Gnúpverjahreppi. Ég spyr, mér finnst það alveg raunhæft. En ég ætla að þakka Minjastofnun kærlega fyrir mikið og gott samstarf í þeim verkefnum sem við höfum unnið að og því samstarfi milli Minjastofnunar og sveitarfélagsins mun væntanlega seint eða aldrei ljúka. Og persónulega hef ég á þeim 8-9 árum sem ég hef verið hér á nokkurs konar hliðarlínu hjá Minjastofnun sem sveitarstjóri, lært talsvert hvernig minjavernd fer fram og fengið innsýn í þessi faglegu sjónarmið hjá fornleifafræðingum. Það er gríðarlega merkilegt og með því lærir maður betur að meta en áður hvað minjar geta verið dýrmætar og hvað við erum með mikil verðmæti í höndunum og sérstaklega hér í Þjórsárdal. En ég ætla að lokum að óska Minjastofnun og landsmönnum öllum innilega til hamingju með þennan mikla áfanga sem friðlýsing sú sem hér fer fram er. Takk fyrir.
Þakka þér kærlega fyrir þetta, Kristófer. Ég ætla aðeins að sýna hérna eina mynd, bara svona allir geti séð þessa fegur sem að bíður okkar næsta sumar þegar við mætum að hátíðina. Og það er svo fallegt hérna boðskortir sem þið fengu. Og hér sjáum við, er ekki þú hérna, Kristófer, að tína ber hérna, krýpur hérna. Það ert að leita giftingarhringnaðinum. Hætti þetta verið. Já, eða verið að leita fornminjum kannski. Já. Þakka þér fyrir og ég ætla að bjóða Lilju Dögg Alfreðsdóttur, menntamálaráðherra, velkomna. Heil og sæl, forstöðumaður Minjastofnunar Íslands, sveitarstjóri Skeiða og Gnúpverjahrepps og aðrir góðu gestir. Það er mér sannarlega sönn ánægja að staðfesta hér í dag friðlýsingu menningarlandslags í Þjórsárdal. Í fyrsta sinn er hér á landi friðlýst stórt landsvæði sem ein heild menningarminja, heilt landslag búsetjuminja frá fornri tíð sem fylla heilan dal. Með þessu sameinum við sem minjaheild leifar 22 fornbíla í Þjórsárdal, auk umhverfis þeirra og allra annarra fornminja á svæðinu. Þjórsárdalur er lítt snortinn af síðari tímaframkvæmdum og hefur að geyma einstakar fornleifar allt frá landnámi og fram á miðaldir. Enda fór dalurinn snemma í eyði, helst vegna Heklugosa. Nú er tryggt að menningarminjum þessum og ásýnd dalsins verði ekki spillt fyrir komandi kynslóðum. Það er von mín að friðlýsing svæðisins stuðli jafnt að aukinni fræðslu og bæti upplifun ferðafólks með markvissari upplýsingagjöf og bættu aðgengi en hafi einnig jákvæð efnahagsleg áhrif á ferðaþjónustu aðila heima í héraði. Segja má að Þjórsárdalurinn sé nú friðlýstur tvöfalt en fyrir skömmu undirritaði umhverfis- og auðlindaráðherra friðlýsingu náttúruminja í dalnum sem unnin var af Umhverfisstofnun í samstarfi við Minjastofnun og það er vissa mín að samspil náttúruverndar og minjaverndar í nánu samstarfi sveitarfélagi muni vera afar farsælt til framtíðar. Ég óska því öllum landsmönnum innilega til hamingju með friðlýsinguna og þakka ykkur sem hafið unnið svona ötullega að þessu fyrir öll ykkar störf og að þessu mikill sómi og mikill ánægja að vera með ykkur hér í dag. Takk fyrir. Það er fyrir menntamálaráðherra. Fáum við að sjá þig undirrita. Já, ég sá ánægð með stýringuna á sig. Við nefnum það. Heyrðu, hér er undirritað að hafa þetta allt svona fínt hérna. Þetta er svo huggulegt hjá þér. Hér er þetta það komið og ég ætla að sýna það hérna. Til hamingju. Þakka þér kærlega fyrir. Þá bjóðum við vísur og skvísur aftur velkomnar á svið. Mér langar að segja, mér finnst það æði. Ég var með þegar ég heyrði það syngja. Gaman að heyra. Takk fyrir. Við ætlum þá að enda á vinsælasta fjöldasöngsslagi Norðmanna. Kannski biðja fólk ef það vill syngja með og kanna að setja á mute svo það verði ekki keðjusöngur. Já, en þetta er Du skal få en dag í múra eða þú ferð annan dag á morgun í þýðingu Aðalsteins Ásbergs. Og við völdum þetta lag svona því að þetta er svona jákvæðnis lag sem að þarf í dag. Ég viðurkenni það, ég brast örlitla stund í grát þegar við vorum að stilla upp tækjunum fyrir Zoom og svona. Það er fátt sem að gera mig jafn vonlausa og svona tækni. Þess vegna er ég líka vísnasöngkona, því ég vil helst bara mesta lagi taka upp á kassettu. En hér kemur það. Takk hérlega fyrir okkur. Eitt sinn var lítill strákur sem svo vansæll grét og vei. Hann vildi teikna Babylon en kennarinn kvað nei. Hann eyðilagði allt blaðið, hann var fölur bæð og fár. Uns í furutrjánum heyrði þitt sem sló á trega tár.
annan dag á morgun sem ónotaður með auða síð og líka litafjöld. Þá ýmsu hægt að breyta frá í gær sem framdist og svo gengur miklu betur annað kvöld. Og ef þér tekst nú illa og allt með raunabrag, og aftur heyri furur þrjánum þjóta þetta lag. Þú færð annan dag á morgun sem ónotaður með auða síð og líka litafjöld. Og strákur óx úr grasi en hann gleði rændur var, til góðrar stúlku biðlaði en fékk þá neikvætt svar. Hann grét í skógarleinum, hélt sig lifa hinsta dag, en þá heyrði hann þjóð í furutrjánum þetta sama lag. Þú færð annan dag á morgun sem ónotaður með auða síð og líka litafjöld. Þá ýmsu hægt að breyta frá í gær sem kramdist og svo gengur miklu betur annað kvöld. Og ef þér tekst nú illa og allt með raunabrag, má aftur heyri furutrjánum þjóta þetta lag. Þú færð annan dag á morgun sem ónotaður með auða síð og líka litafjöld. Og nú strákur giftur en hann stritar endalaust, því stækka vill hann kotbýlið og kerlingin hraust. En vansæll hann ennþá því að vinna út í eitt, oft virðist duga skammt en furuþytur fær því breytt. Þú færð annan dag á morgun sem ónotaður með auða síð og líka litafjöld. Þá ýmsu hægt að breyta frá í gær sem kramdist og svo gengur miklu betur annað kvöld. Og ef þér tekst nú illa og allt með raunabrag, má aftur heyri furutrjánum þjóta þetta lag. Þú færð annan dag á morgun sem ónotaður með auða síð og líka litafjöld. Takk fyrir. Við þökkum vísum og spísum kærlega fyrir. Þetta er búið stór og gleðilegur dagur. Ég vil þakka menntamálaráðherra kærlega fyrir og ég þakka Kristófer líka. Það stóð til að kirkjukórinn hans kæmi hingað og myndi syngja fyrir okkur eða einhvers staðar, en það kórónuveiran breytti því og vísur og skvísur leystu það af. Og mér finnst að vera gott dæmi hraðan í vinnunni á Minjastofnun að Kristín Huld gerði ráð fyrir að fundurinn tæki 45 mínútur en hann tók hálftíma. Það ekki að klappa fyrir okkur hérna? Klappið minni þarna niðri í reaksjón. Kristín mín, vilt þú slíta fundinum eða vilt að ég gera það? Ég skal slíta fundinum. Mér langar bara til að þakka ykkur öllum fyrir að koma hér í dag og Ragnhildi fyrir röska fundastjórn. Ég vissi að hún yrði ekki öðruvísi hjá henni og bara kæra þakkir og ég óska okkur enn og aftur öllum til hamingju. Til hamingju með daginn og takk fyrir í dag. Takk. Takk.